það komið að leikursumfjöldun. Ég fór í Tjarnarbíói og sá Ífigéníu í Ásbrú sem er verk eftir Breta sem heitir Gary Owen. Þetta svona maður fæddur 72, það bara að vera 50, sú kynslóð sem sagt. En þetta sett upp og sýtt af ungu konum, Þórey Birgisdóttir sem fer með einleikinn og Önnu Maríu Tómasdóttur sem leikstýrir og sama þýðir þetta. Já. Og staðfærið. Já, og staðfærið. Herðu, af hverju á ekki að byrja á því? Af hverju tókuð þetta verk? Já, af hverju? Af hverju ekki? Ég veit að mér minnir að ég hafi verið með Gísla Örn og með út af Jörmu og ég held að hann hefði bara séð það og ákveðið með hann að var að horfa á það að flytja það til Íslands. Já, við ég hef séð þetta verk en það var eiginlega eftir að við vorum búin að ákveða að gera þetta sem svolítið fyndið að það var eiginlega bara handritið sem að greip okkur strax. Og þá var það spurningin, af hverju? Hvað var í handritinu? Og af hverju? Fyrst lesum við þetta var svona rétt eftir COVID og það voru bara svona þemu í þessu verki sem bara pössuðu svolítið vel við íslenskt samfélag, og við líka bara tengdum við það, eða þú veist, okkur fannst við hana? Já, við hana. Verkið hún bara. Já. Og einhver leiti hlýtur að hafa verið spennandi að sitja þessa konu á svið. Já. Af því hún hefur ekki fengið að vera á sviði. Akkurat, já. Ég meina, Þórey var eiginlega bara að leita einhverjum svona mónolog til að sýna einhverju pröfu og fann þetta verk og las það og bara gat ekki hætt og var bara þetta alveg magnaverk og tjekkar á mér og ég bara alveg til í það eiginlega á hans að lesa það ég var bara ég bara endilega og svo fyrir við svona, og þú veist þetta búið mjög svona langur veggangutími og við erum alltaf að sækja í sviðslistasjóð og lesa og svona fara eins yfir handritið og svona grunnþýða það og sækja aftur og svo svona fáum við aldrei styrki sem bara erfitt að fá styrki. Margir vilja og fáir fá. Já, það þessi pottur löngu sprunginn, eða þú veist, í raun og svo erum við bara eitthvað, nú bara dundrum við þetta sjálfur. Við skulum bara gera þetta og þá svona fyrir við að þú veist, vinna þetta af alvöru og þýða og skoða bara af því að þú veist, þetta verk áhrifaríkt á margan hátt, þú veist, þetta bæði pólitískt og bara mögnuð saga og þú veist, þetta bara góð saga og þú veist sum verk sem maður sér í leikhúsi ættu kannski bara vera bækur en þetta alveg svona verk sem að þarf bara að vera á sviði og það gerist eitthvað svona magnað þegar maður bara með áhorfendunum í sama rými og ég ekki að segja öll leikur að vera bækur en þú skilur hvað ég meina Sum leikrit gætu bara allt eins verið bækur Já, einmitt En þetta fannst mér allavega eftir að hafa lesið þetta bara fyrst þetta fór ekki í burtu ég bara held áfram að hugsa þetta bara lengi og lengi Það út af því hver þessi kona sem að segja og þetta það eins og það bakgrunn sem pólitískur og maður þú veist maður fer svolítið að hugsa því maður veit þetta enskt eða brest þannig maður fer svona að reyna að staðsetja svolítið í tíma því að það ómur af því að NAS að grotnað innan hann á bakvið og að þjónustan byrjar að vera veikar hvert veikstæðir í hópum og við erum að sigla inn í þetta ömurlega tímabil sem við erum á en síðan ertu með svona hennar aðstæður í lífinu en svo hún náttúrulega líka svona með innra líf og persóna eins og aðrir og svo lendir hún í atburðum sem að tengjast ekki bara þessu pólitík sem ég að tala þarna heldur þetta kvenna pólitíst stöðu konunar Hvað af þessu svona akkur þetta svona mikilvægt Eða langaði bara til þess að gera, þetta gott verk fyrir mig sem leikonu? Það var líka það. Líka það, en það var ekki ég til að byrja með, þá hugsaði ég bara, ég ekki fara að gera þetta. Þú veist,
þú veist, það að gera einleik bara mjög svona, já, maður þarf bara... Það ekki allir að gera það, ég meina það einleikir út allan bæ, Jú, ég veit ekki, þetta var ekki hver draumur hjá mér, sko. En þegar við ákvæðum að gera þetta, þá voru þeir kannski ekki jafn mikið í tísku. Það er einhver svona alda að það sé næs að gera einleiki eins og en það kannski bara af því að eftir COVID að þá, þú veist, stóðu leikhúsin ekkert eitthvað frábærlega, þannig að það er kannski praktísk skilurðu, bara hagkvæmur að gera einleiki heldur en að vera með stóra sýningar, en ég veit ekki hvort það sé þessuna sem þetta í tísku núna, en... Má ég spyrja einu, af því að við erum að tala um að því einu, ég kem að þessu eftir. Einleikurinn alltaf svolítið svona, sko. Þessi hérna, þú veist, þegar maður rúmar bara að horfa okkur einn. Já. Það ég í leikhúsinu að horfa á þig, eru samskiptin sem eru einhvern veginn á þessu leveli, með þetta bara í hug. Af hverju einleikinir allt í einu eru svona áberandi og svo lengi á leiðinni. Já. Ég man einhvern veginn að fóru til New York og horfði bara á einleiki, sko. Það hefur verið mörgum árum, sko. Já. En kannski þetta eitthvað svona bara eins og tískan, febri hringi. Já. Eitthvað, allt í einu það meira enn og svo meira á. Ég held að hafi verið bara eftir COVID, sko. Ég held að hafi verið eiginlega bara eftir COVID. Að það var auðveldara að gera einleik. Svo verður Úlfur fyrir COVID. Það mátti ekki æfa fleiri neitt. Nei, það var í COVID. Það mátti ekki æfa fleiri neitt. Ég held að það sé sagan á baku eitthvað. Ég man það ekki hvort það var Ertu Úlfur hafi sko farið í æfingu út af þessu. Það var ekki hægt að æfa það sem voru fleiri neitleikari. Já. En það var sko, já, bara svona svo ég komið aftur að af hverju þetta var að þegar ég las þetta fyrst, þá var ég ekki eitthvað, já, þetta er frábært hlutverk fyrir mig. Þú veist, þetta var ekki eitthvað svona draumur hjá mér að leika einleik, þú veist, af því að mér finnst í rauninni miklu skemmtilegra að leika með fólki og vera með mótleikara og allt þetta, sko. Heldur var það þetta verk sem að ég fann allavega hjá mér og ég held ég hef aldrei fundið svona sterkt fyrir, nú hef ég alveg unni í fullta sýningum og svona og bara, ég hef aldrei fundið svona sterkt fyrir að mér finnist að einhver verði að setja upp þetta verk og það þú veist, það var eiginlega svona uppsprettan af þessu að bara... Hvað í það? Því að þetta er stjættarlegt, þetta er líka kvennamál, konum er eiginlega verði að lifa í karlaheimi. Akkurat. It's a man's world, einhvern veginn. Líka bara, það fyndið og það krefur mann að hugsa pólitískt og það krefur mann að setja sig í spor hennar og það krefur mann að spegla sjálfa sig og sína eigin fordóma og það vekur upp alls konar spurningar þú veist að því maður þekkir þessar skvísur, skilur, og maður hefur síðar þú veist, mörgum sinnum áður og maður kannski dæmdi þar meira og var bara eitthvað, já, þú veist, maður upplifir fordóma gagnvart þeim og þú veist, og í gegnum verkið þá einhvern veginn það er bara svo gaman að lesa leikrit sem er bara, bæði hreyfir við hjartanu og maður, verður fyrir áhrifum og verður snortin að því. Sem vantar ekkert upp á í þessu, á þess að við fyrir kannski að reka atburðar á sinna, það vantar ekkert upp á hvað þetta er hjartnefn. Nei, en þú veist, það er líka fyndið, skilur, sem er líka, og þú veist, og maður situr eftir með alls konar spurningar og þú veist, það svona situr í manni og það er, ég held að segja alveg það sem að mér fannst þetta bara mjög vel skrifað. Já. Mér fannst það fyndið, mér leittist ekki og það krafði mig alls konar spurningar og lét mig bara spegla sjálf, eða þú veist, ég speglaði sjálf mig í henni og bara í mínum viðhorfum gagnvart svona skvísum og líka bara það sem hún lendir í er bara ótrúlega algengt skilur og bara fólk í kringum mig og þú veist, vinkonum mínar og bara, þú veist, við höfum þetta er mjög algeng reynsla þó að hennar sé mjög kannski fer hræðileg, hún er í öfgarnar eða þannig, en ég held að margir tengja alveg við þennan karakter, þú veist, að einhverju leyti, sko. Þetta er ennstverk, myndi ég segja, frekar rest. Velst. Hann er velskur, sko, en þetta er ennskur, ég er svona
Í Skotlandi bara, þar voru ekki landeigandastéttin. Þetta er svo inngróin stéttaskipting og þetta náttúrulega, hún kemur úr heimi sem að, ég man í gamla daga var eitthvað sem að sagði það að lágstéttin í Bretlandi myndi aldrei kaupa sér leðujakka ef þú þóttu að vefna á því, þau myndi alltaf kaupa sér leðulíkisjakka því að það væri uppskapningsháttur að ganga ef þú væri á lágstéttinni, þetta er bara svona dæmi það hvað skilin eru sko heftaleg og þarna fyrir neðan er fólk svona sem að lifir bara allt öðru menningu, allt öðru kultúr með allt öðru væntinga til lífsins og telur sér bara ekkert geta komist neitt en bara lokað inn í þessu. Stundum finnst mér á Íslandi að þegar maður er að tala við fólk af ykkar kynslóð að það sjáu betur í gegnum stéttaskiptinguna meðal annars út á húsnæðismarkaði þess að kemur í ljós að þeir sem hafa efni og kaupa sér húsnæði eru þeir sem hafa stuðninga heima en aðrir ekki, þannig að allt í einu afhjúpast bara stéttaskiptingi sem kannski fólk á mínum aldrei er miklu blindara fyrir af því að húsnæðiskerfi var ekki jafnt dikkeníst grimt þegar ég var yngri. Kunstin og ykkur er náttúrulega að flytja þetta yfir í Englandi er bara rosaleg hefð fyrir því að nota hreim og tungutak og eitthvað fleira til þess að aðgreina og bara bang, veist alveg þetta er í þessari stétt. Við höfum svolítið talað um það hér, ég hef bæði talað um við Hallgrím Helgason sem er nú með gott tóneyra og á að geta gert þetta og líka við leikara sem að koma hingað að við getum tekið sem dæmi eins og Köttur og heitu Blikkþaki sem skiptir máli, stéttin skiptir máli, það skiptir máli að tengdadóttirinn er ekki, tilheyrir ekki og er að reyna að krafsa sig upp, kannski með svipari stöðu og í Virginia. En þar er ekki, við eigum þetta ekki. Við eigum ekki þennan mun á tungutaki. En mér fannst það svolítið hjá svona ykkur, sko. Já. Já, og líka hvernig þetta er sagt, sko. Já. Og það er svona, það sem að maður þegar ég er að reyna að hlusta á þetta og ég er ekki með tóneyra, að þá er þetta ekki bara endilega orðin, heldur er þetta áherslur, hvað þær eru í setningunum. Þannig að mér fannst það koma svona lágstétta stúlka út af svið. Og þetta var alveg bara ótrúlega allavega mikilvægt fyrir mér þegar við vorum að þýða og staðhæfa að maður fengi ekki illt í lógíkina að þú veist, ég myndi ekki finna þú veist, að þetta væri skrifað, þetta ætti að vera bara mjög þjált og ég held, okkur tókst bara held ég mjög vel. Ég meina, maður geti alltaf haldið áfram að vinna þetta endalaust og ég var alveg skipt út orðið með mjög nálægt frumsýningu og þá var ég bara, getum við haft þetta bara svona núna. En já, en ég er svo sammála með þessu að þú veist, á Bretlandi er bara stéttaskiptingin bara integral í þeirra samfélagi og rótgróin í gegnum bara aldirnar, en þannig kannski ekki bara allir vita af því og einhvern þetta eru andmæla andmæli fólk en ég fann það sko ég kannski er okkar kynslóð eitthvað aðeins meðvitaðar þetta, en ég fann þetta eiginlega mest sko þegar ég flutti til New York þá einhvern veginn var ég bara að þú veist að búa í New York og sjá bara það er miklu meiri stéttaskipting og þú veist rasismi og alls konar að það var svo mikilvægur spegill fyrir mig að vera bara við erum rosalega einsleitt samfélag, við erum flest hámentuð eða þú veist með aðra menntunarstig skilur það er ekki mikill munur og eitthvað svona og þú veist við upplifum okkur ekki sem rasista og eitthvað svona og ég svona er það samt eða þú veist þá skildi ég hvað var mikið af einhverju svona okkar ímynd eða hvað við hugsum okkur sem þjóð er í raun og veru ekki raunveruleikin. Það er bara svona eitthvað sem okkur langar til að halda við séum. En það er ekki satt. Og það hefur ekki aðgengi að samfélaginu. Já. Út af stéttastöðu. Já. Ekki? Jú. Og þú veist, og svo líka svona áhugavert hvernig fólk upplifir hvað hún lendir í, hvort þetta sé nú er svolítið erfitt að tala um þetta. Skilur, er þetta bara... Og þú getur sjálfur sér kent eða þessi afleiðinga fyrir stöðu sem henni þröngvað í. Eða er þetta bara að því hún byrja í Íslandi og hér er við vont og eitthvað, skilur, eða er þetta því að það var ekki hlustað á hana, eða var henni ekki veitt þá athygli sem hún þurfti að því að hún var svona klædd eða talaði svona eða leit svona út. Kallaði hún þetta yfir sig, eða, þú veist það, mér finnst það líka svo... Mér finnst fólk túlka þetta mismunandi og mér finnst það kannski
smá afhjúpandi hvað þið finnst þetta er náttúrulega eilíf þetta er bara eilíf diskussjón hver er mér þetta að kenna þetta er eiginlega bara þráðurinn í öllum sko húmanisma sko hérna fanginn svona grimmur af því að hann í lækjunum akkurat getur hann orðið eins og við ef við hérna förum betur með hann og þetta er bara, hérna, ég held að svona þessar spurningar eru meira álítar í dag heldur en þegar það er bara verið að útskúfa alls konar fólk fyrir að bara fitt ekki inn og ég held að við séum á hraðarleið frá þessu sko og húmanisma Já, það getur bara vel verið Það er annað hérna einmitt með þetta verk líka sem að þú veist að því að leikhús getur kennt manni svo margt þú veist, ef maður er fyrir leikhús og þá er maður eða bara leiklist yfir höfuð, þú veist, þá er maður að setja sig í spor einhvers annars og mér svona eins og í dag hérna bara það er mikið ofbeldi í heiminum og svona og það er hérna það er eins og það sé farið að minnka þetta að fólk hafi þetta að geta sko sett sig í spor einhvers annars og reynt að skilja það samhygð já, að það sé svona svolítið búið að minnka og í þessu verki þá finnst mér þetta að vera smá pjúra verk til þess að styrkja þetta, þú veist að setja einhvern karakter á svið sem að þú eiginlega frá byrjun pingu hatar eða þú veist, eða þolir ekki og svo eftir því sem álíður þú farð að vita meira um manneskuna að þá sérðu hvaðan þetta sprettur og hvaðan hérna þú veist, hvað þetta er af hverju hún pirraði svona mikið og allt þetta og mér erst svona það var líka eitthvað sem að þú veist greip okkur með þetta verk er að Já, og líka bara, þú veist, ef maður hugsa bara, þú veist, til hversi leikhús, af hverju erum við að fara eitthvað í leikhús, af hverju erum við ekki bara að lesa bók eða horfa Netflix, skilur og hvers, þú veist, hvað hlutverk þjónar leikhús enn þann dag í dag og það er alltaf verið að lýsa yfir því að leikhúsi sín og loksist dáið og þetta skiptir engum máli og eitthvað. En það er eitthvað bara við okkur mannverðunar, við erum alltaf búin að vera með leikhús, við erum alltaf að segja hvort sögu og þú veist eins og þú veist, þetta katharsis sem að er svo magnað þú veist, og í grísku harmleikjarnum og eitthvað eins og þetta er byggt á þú veist, þá var leikhús það þjónaði sem svona bara þjóðfélags svona þjónusta að hérna Ödipus, hann lendir í alls konar vesinni og hann fer í gegnum alls konar, hann drepur pappa sinn og sangar hjá mömmu sinni og þú veist, hann fer í gegnum eitthvað alls konar vesin, svo við þurfum ekki að gera það. Að við getum fengið að spegla okkur í því sem að þau lenda í á sviði svo að við getum lært af því. Þannig að við þurfum ekki að endurtaka leikinn. Og það er kannski þetta sem að og maður fer í gegnum einhver svona kannski tilfinningalega hreinsun eða hvað sem hvernig svo sem ekki þýtt þetta en það sem að Þóri var að segja var ekki alveg þetta þú segir við getum lært og séð ykkur persónu að fara í gegnum það meðan þú leggja áherslu á því að við getum farið og séð þessa persónu sem að til ekki okkar heimi og náðu skilningi á henni þótt að við séum aðgrind frá henni og ég var að velta fyrir mér þegar þú varst að segja þetta að því að sumilegt er það galdur sýningarins hún kemur fram og er bara óþólandi og leiðileg og svo hægt og bítandi vinnur hún hjart okkar, býst ég við þannig að eitthvað sem að við eigum í upphafi að hafa að minna okkur á að hún er hann úr hópnum sem að þú ert vanur að vera að fordæma og kannski er best fyrir þá sem eru bara rétt fyrir ofan þetta lag að horfa á þetta því það er oft hannig að það fólk sem er rétt fyrir ofan örbrigðina að það fyrirlítur hana mest og því að bara getur ekki horst í augu við að þessi korter frá því að detta þarna niður og getur þá haft, þannig það er ekki endilega víst að því ofan sem þú ferð séu meiri fordómar gagnvart lágstéttinni sko en það getur líka verið mjög grimmt bara tiltölulega í svona lögum þar fyrir ofan við þekkjum þetta bara á víða en ég held samt sko að þú veist ég var kannski ekkert mjög langt frá því sem hún var að segja að því að þú veist bara er að hérna ég er ekki að kljúa hópin sko. en sko bara þú veist hérna þessi saga hvetur mann til þess að líta í eigin barm og að þú veist eigin fordóma skilur þannig að þú veist sem maður veitir ekki af núna því að það er eiginlega vandamálið og hérna myndi bæta samfélagi mest ef að bara
fólk myndi gangast við því að þú getur ekki búið í þessu samfélagi að þess að vera stútfull af fordómum, sko. Já, eða peningum. Ég meina við erum öll hræsnarar, skilur. Og það kannski líka við erum öll í alvörunni. Það þurfum ekki að vera, sko. Nei, en ég meina, maður segir stundum eitt og svo líður mann eitthvað annað og við erum alltaf í, þú veist. Leikhús kannski getur ekki endilega breytt heiminum, en það getur kannski, hvart mann til þess að með að byrja hjá mér. Já. Þú veist, hvað get ég breytt bara inn hjá mér? Já. Ég veit ekki. Mér fannst það. Já, og mér finnst það líka, og þú veist, eins og með þetta verk, ég meina, einmitt, maður, nú segi ég bara, já, maður svona pingu þolir ekki karakterin til að byrja með og hún svolítið pirrandi og svona, þú veist, hávær og eitthvað. Eða hefur gaman að henni. Já, eða maður hefur líka gaman að henni og allt þetta, en sko, og svo, þegar það sem svo mikilvægt í þessu að þú ert að þú vonandi þegar þú sér þetta að þú ferð í gegnum eitthvað, þú breytir svona, þegar þú ferð að skilja og horfa á fólk og reyna að skilja hvaðan það kemur. Eins og þegar fólk fær rödd sem ekki hafði áður, að þú allt í einu heyrir það að þetta eru manneskjur eins og þú. Akkurat. Og þetta finnst mér svo mikilvægt og þetta verk svo mikið það og líka bara leiklist yfir höfuð. Þú veist, þegar þú ferð í bíó og þú sérð einhvern karakter fara gegnum eitthvað og þú samsama þig við persónuna og þú reynir einhvern veginn að skilja og þú skilur en þú tengir ekkert kannski við karakterinn eða myndir aldrei einhvern veginn vera vinur þessa karakters eða eitthvað að þá samt lærum við svona að þessi samhygð og svona að finna til með fólki og ekki að dæma fyrirfram sem að við gerum í þessu verki við erum látin dæma fyrirfram en það verið að svona minna okkur á það að ekki vera svona dómhörð á fólk sem við þekkjum ekki og við vitum ekkert hvað hefur gengið í gegnum að reyna að mæta með skilning en mér, það svona og samkennd En ef það væri þannig að fólk í þessari stöðu í samfélaginu sé sjaldan upp á sviði og ég hef svo sem haldið fram í eitthvað hér sagði eftir mann að ef tökum bara svona fólki í mikilli örbryggð eins og öryrkjar að það verið að hvetja það til þess að fara í leikhús þegar það fyrir leikhús að þá eina skipti sem að sér sjálf sig upp á sviði að þá það kona sem að svindla á bótunum sem var verk sem var og var sett í leikriti og í sjónvarp og gott ekki bíómynd líka Akkurat. að það þegar að við birtust upp á sviðinu að þá það eins og þið sjáuð okkur en ekki eins og við erum og sömuleyti þetta verka sem að við birtust upp á sviðinu eins og við erum eða hvað? Vonandi. Já, ég held að við takir sko. Það ekki verið að hæðast að neinum. Nei, alls ekki bara. Við bara höldum gífurlega mikið með henni. Já. En ég legg áherslu á þetta vegna þess að eitthvað krafturinn í þessu að þessi stelpa birtist upp á sviði sem hefur ekki bara verið upp á sviði ég veit það ekki. Nei, þú veist, við getum farið þú veist, ég nefndi þarna amerísku klassikina og eitthvað svona en svona undanfarið, þetta ekki meira að minna bara eitthvað svona millist þetta fólk sem við erum alltaf að horfa á í öllum sögum? Jú, kannski. Það engin stjettir í íslenskri bíómyndum, sko. Það eru alltaf stjettir í frönsku bíómyndum írönskum bíómyndum, rúmönskum bíómyndum íslenskum bíómyndum, amerískum, bara ekki stjettir. Ég bara ekki pælt í þessu. Ég bara ekki... Þið eru náttúrulega með að setja upp sko stjettar verk. Já, akkurat. Einmitt. Ég hef ekki verið að skoða leikhúsin með þessu, hvar eru... Það sem að mér finnst... Gömlu Laxness uppfæslunum, sko. Já, ég meina, þar Ugla, hún, þú veist... Já, og svo líka í Solku og svona, það eru stjettir alltaf í heimslós og verður stjettin það. En svona undanfarinn 20-30 ár þá held ég að við sem að vera svolítið svo amerikanarnir, sko, bara hafnaði þessu stjettir. En verki sem að Jón Gnarr gerði, Súper, það var nú svolítið... Var það hann í kjötbúðinni? Það var geggjaverk. Já, það var í kjötbúðinni. Mér fannst það æðislegt. En sko ég held að það sem að mér finnst Garri alveg gera vel að þú veist þó hann sé kallmaður að þá ekki horft í gegnum þú veist þá hennar saga ekki endilega sögð í gegnum kallmannssögu skilur sem að þú veist og þetta verk mjög næsa því að þetta snýst hana og ég meina þó að sé ástir og strákavesen og eitthvað að þá þetta ekki, að því að þú veist eins og Bechtel-kvarðinn þar sem að
strökt að mæla í sjónvarpi og bíó og leikhúsi bara, þú veist, hvað er þessar konur að tala, þú veist, er það alltaf bara viðfang ástarinnar eða tala gæjana eða eru tvær konur að tala saman bara eitthvað annað heldur en kallmenn, þú veist, þetta verk snýst bara hann og allt sem hún lendir í, skilurðu. Við sjáum henni ekki með augum kallana, heldur frekar sjáum við kallana með hennar augum. Já. Sem er svolítið skemmtilegt og það er líka það sem er kannski svona hressandi. Ég veit ekki, ég er alveg sammála, þetta er allt mjög hressandi af því maður er ekki, manni líður eins og þetta sé pínu nýtt, þó þetta ætti nú að vera, þú veist, þó þetta sé nú gömul saga og ný, bara þú veist, ífykjurna í Ális, þetta er alveg, skilur, þetta er mjög eldgömul saga einnig. En skiptir hún máli að því að hún er þess að dóttir, hvað hétt hann Konungur Grikkja og hann fórnar henni, þetta er svona Abraham og Ísaks saga, það kemur ekki fram held ég í Ódysseifskviðu, þetta er í grískum sögum að henni fórnað til fyrir góðan byr. Ykkar konu er henni fórnað það? Sko, nei, þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi, sko. Hennar fórn er kannski ekki alveg eins. Nei. En fórn er nú samt. Já. Eða skilurðu... Hún segir það, hún segir það að fórna ykkur og við skuldum henni. Já. Hún trúi því. En svo er spurning hvað fólki finnst, sko. En það er nefnilega svolítið mismunandi hvað áhörundur hafa, þú veist, hvernig þeir túlka þetta. Já, þetta var nú bara slys, eða þetta var henni að kenna því að hún drakk og var búin að, þú veist, var byrlað þarna einhverju grasköku og þetta er örugglega henni að kenna, eða er þetta spítalanum að kenna því að þau skildi hana eftir. Hvað voru bara lögfræðingar í sjálfum? Nei, en þetta er líka eitthvað sem við þurftum að skoða. Hverjum er þetta að kenna? Og hvað viljum við segja með þessu? Og hvernig viljum við hvað spurningar viljum við að fólk labbi út með? En það er, þú veist, ef að fólk lappar út með spurningar þá er ég hæstánað, sko. Þá líður mér eins og okkur að tekist vel til. En ef það er þannig að fólk lappar út og segir hún hefði nú getað staðið sér betur, hún Ífigenia, og þá hefði náttúrulega aldrei lent í þessu. Hún hefði alveg getað kraflað sér út úr þessum aðstæðum. Það, að því ég nefndi humanisman áðan, sko. Það er ekki humanísk afstæða, sko. Humanísk afstæða er svo að vegna þess að hún er þröng á þessar stöðu, að þá er hún að taka ákvarðanir sem eru kannski, ef þú kemist út úr henni, er ekki lógiskar. En í þessar stöðu sem hún er, þess að þurfum við að laga stöðunar til þess að hún geti tekið réttar ákvarðanir. Það er svona humaníska og sósíalíska afstæðan. En ef það er virkilega þannig að fólk lappar út af sýningunum og segir, já, hún getur nú sjálfur sem hún kent, sko. Hún hefur þetta að drekka minna, hún hefur þetta gert eitthvað við því, það er nú við getur farið upp á Vog. Já, einmitt. Þú veist, er það svo? Hún kannski bara einn staðara. Já, ef hann er í fyrsta skipti, en ef hún hefur farið og dottið aftur og þá þarf hún að bíða í 9 mánuði eitthvað svona. En við kannast við þetta, að sömuleyti ættum við að vera í að fara að ræða þetta þar sem að niðurstaðan er ekki svo þetta var henni að kenna eða segja að þetta er allt samfélaginu að kenna og hún þarf eiginlega ekkert að gera neitt vegna sem við sjáum hana. En það er svolítið klikku afstæða, sko. Já, en upplifir þú hvað fannst þér vera niðurstaðan? Mér finnst það segja bara meira en fólki sem að... Henni er þröngvað í þessar stöðu og hefur fáar úrlausnir og er svolítið háði að klifra einhvern veginn út úr þessu með því að finna eitthvað aðeins skári gæja og eitthvað svona sem að þeir reynist að bæla á dröldusokkur sem að við hyggjum í dag sigur þessu. En hann var nú samt ekkert með mikil dröldusokkur, hann Kitty. Já, Kitty? Já. Nei, Leo. Já, Leo, já. En það er margir gæjar í þessu máli. En sko, mér finnst það bara, þessi afstæða sem við erum að tala hvort hún sé humanísk eða ekki, það er bara fyrir eftir þeim personum sem að horfa. Sem að sjá þetta. En ég myndi segja að verkið væri, sko, bara klassískt humanískt verk. Já, og ég held að, ég meina, okkar afstæða er, við viljum að eitthvað ákveði gerist þegar fólk lappar út, en við náttúrulega stjórnum því ekki, sko. Nei. Hvernig, Er ég að segja ykkur eitt? Já. Að því ég er með þennan dagskrárlið við rauðaborðið, það er svolítið mikið fyrir leikhús, ég get ekki lagt það á neitt, þannig ég tek með mér svona ólíka gesti. Tek dóttir mína eða ég held að sé verið að fjalla eitthvað nálægt hennar kynslu því hún er með rosalega fóbíu hvað leikhúsi, hefur leiðst þar mikið
Það er oft leiðilegt í leikhúsi. Það er nefnilega að geta verið Ég get að vera sammála, það er oft leiðilegt. Ef það er leiðilegt, en eitthvað verk stundum sem mjög bara gaman. fer yfir hausinn á þér og er ekkert að raunverulega reyna að ná þér, sko. Þess vegna fer ég með hana á verk sem að tengja svona hennar kynslóð. Já. En í þessu tilfelli bauð ég Sönnu Magdalenu og við fórum saman á þetta. Af því að hún skrifaði fallega þetta á eftir og takti það sem við vorum að ræða á eftir á. Hún náttúrulega er alveg upp í fátækt það sem leikhúsmiði, ég held að kosta 4.000 og eitthvað í leikhús. Já. Það var bara ekki boðið í, þannig að hún kom ekki úr æsku með mikið menningakapital og hefur oft lent í því að leiðast í leikhúsi eða bara ekki náði, sko, bara hvað er þetta. En hún var algjörlega slegin að þessar sýningu, en ég fannst það svo frábær. Það er svo gott að heyra. Ja, þetta var bara stórkostleg leikhúsreynsla sem hún var fyrir. Manni þykir svo vænt það og það er... Hún er alveg í Breiðholtinu. Hvað sér þau? Hún er alveg upp í Breiðholtinu. Hún er ekki drikkveld, hún Sanna Magdalena, en hún þekki kannski svona típuna. Ég held að við þekkjum mörg þessa típu einhver staðar, sko. Já. Svona. En þetta er samt svo satt sem hún er að segja, skilur þú veist, leikhúslæsi er eitthvað svona, þú veist, sem er kannski bæði meðfætt, en líka lært og þú veist, það er bara ekkert endilega í boði fyrir alla að fara í leikhús. Og ekki endilega gefið að allir þurfa að fara einhvern veginn í eitthvað toppa í einhverju leikhúslæsi til þess að geta hort á eitthvað Molière sett hann upp eins og var gert í gamla daga. Ég meina þetta er bara fyrir örfáa. Já, ég er bara að segja. Þarf maður að vera búin að fara í bókmyndafræði til að skilja þetta verk? Ég var alveg oft farið í leikhús og hugsa bara, hvað ég er heimsk, ég skil ekki neitt. Það er bara í alvörunni. En það er ekki leikur sem að mig langar að gera. Mig langar að búið til eitthvað leikur sem er satt og hefur áhrif og krefur mann að líta í einn barm og hreyfir við manni og maður fer í gegnum eitthvað með fólkinu sem maður sér á sviði og verður fyrir áhrifum að því. Það er leikur sem eitthvað sem að mig langar að gera. Þannig að... Og eitthvað leiti tókstu ykkur það. Já. En það er sambandið það, leikhúsið er sterkt. Eitt er fáum stöðum sem er að slökkva þessu sem að, ég held að fólk horfi meira á bíómyndir heima hjá sér og er þá bara með þetta í gangi og svona, ég geri það, sko verður að googla eitthvað, sko byrju, eitthvað auka persónu, byrju, var hann ráðherra eitthvað bara eitthvað sem er allt í lagi að horfa bara þú veist, að því að allt hefur mörg lög og svona, en það er mér minnst líka gott að vera í bíó, það sem að maður bara situr og horfir, en svo sé ég að ég var í, daginn þá var ég að skoða það er allir í símanum í bíónu, sko en það er ekki leikur þannig að þetta er kannski síðasti staður þar sem ég verða að vera í hóp því að ég held að það skiptir máli, það er öðruvísu upplifun að vera í hóp að upplifa eitthvað, þú skynjar tilfinningu annara, þú skynjar það er sársauki í ykkar sýningu, þú finnur það á salnum og það er skemmtilega að hlæja með ykkur heldur en einn. Absolutt. Og einhver leiti er ég velta fyrir mig, sko, er ekki leikhúsið eiginlega, sko, bara besta tæki sem við höfum til þess að svona endurmeta hver við erum í samfélaginu, hvernig það er, skoða í fordóma, skoða stöðu. Ég meina, Tuffi var að segja þetta daginn, Tyrfingur, vinnur okkar sem er leikskáld. Já, hann var bara, þetta er síðasta víð. Leikhúsið hefur aldrei verið mikilvægara en akkurat núna, af því það er enginn í símanum. Já. Og ég held að sé bara rosa margt til í því, sko. Og ég meina, ég veit alveg hvað, ég er bara, stundum leiðist mér bara of mikið að horfa sjónvarpið og ég þarf bara að vera annarkvort að skrolla eða prjóna eða gera bara eitthvað annað á meðan ég er að horfa, þú veist, en í leikhúsi þá bara ef það er ekki leiðilegt. Ef mann leiðir samt í leikhúsi, þá getur maður svona hort á fólkið, sjá hvað það er upplifað. Ég gera það nefnilega alltaf hvort sem er, sko. Ég finnst að vera... Svona, sjá hvað... Já, ég horfi í kringum mig svona að hvernig... Já. Ég veit ekki. Eða hugsaði bara, þetta er æðisleg slökun fyrir mig. Já, og líka, sko, það er stundum svo gaman að horfa einmitt að people watcha í leikhúsi að því að stundum skemmti fólk sér miklu betur heldur en ég sjálf og þá hef ég svo gaman að eitthvað þessi hefur gaman og þá er ég eitthvað, jú, kannski bara er þetta meira gaman eða eitthvað. En já, en mér fannst til dæmis, þú veist, maður finnur það stundum á okkar sýningu að það er bara, fólk heldur niður í sér andanum. Já. Þú veist, og svo bara það, þú veist, og maður finnur alveg bara að þau anda með henni einhvern veginn í gegnum þetta og svo bara, ég veit ekki það er svona, þetta er dramatískt. Það eru atburðir sem að eru bara þess virði að gráta yfir sem að gera þarna og svo er þetta fyndið og svona.
Herðu, þetta afrek líka. Þetta ekki stuttur svona. Texti? Nei. Nei, þetta ekki, stundum einleikir bara klukkutími. Því að þetta svo erfitt. Þetta svolítið hlussa. Það ekki? Þetta svolítið mikið. Já, jú, þetta svolítið mikið. Þetta bara akrobatík að geta gert þetta. Já. Ég stundum veit ekki alveg hvernig maður gerir þetta eiginlega. Nei, þetta klukkutími og svona 1,5, kannski klukkutími og korter. Eða eitthvað. Þetta aðeins lengur, ok. En jú, þú veist, ég mist alveg magna hvernig Þóri heldur þetta út og mann allan texta og við erum búin að fara í gegnum margar versjónir. Já. Þú veist, maður búin að hreinsa þetta upp og eitthvað, já, þetta flott og svo heyrir maður það aftur og maður bara, nei, þetta gengur ekki upp og hér þú veist, ennþá of brest og maður finnur of mikið fyrir þessu og við þurfum að skerpa þessu. En samt hef ég heyrt fólk sem sá þið forsynduðu það. Já. Sem að sá það. Og það upplifði að bara þetta væri bara komið, sko. Þetta var aldrei séð jafnt, sko, vel gert forsyndverk, sko. Já. En þetta eitthvað, þetta vísbending það, maður getur alltaf gert betur, sko. Já. Og ég hitti Rúnar Guðbrands. Rúnar Guðbrands, hann sagði þetta í mitt. Já, hann var bara alltaf ekki orðið yfir leiknum, sko. Já. Og það sem að margir að tala sko, þetta afrekaður. Til það mikilvæg. Takk. Gerðu þetta ofbúslega vel. Það var gömmt ofbúslega vel. Þetta vel gert og þetta áríðandi og mikilvægt og það svo þetta tala og þið að þetta sé mikilvægt verk og mikilvægt erindi, það skín algjörlega í gegn og þess að það þarf maður líklega að skjóta inn sem ég skil ekki akkur að fólk alltaf að gera á þess að kaffa eitthvað annað þannig að fólk sé alltaf svo hrætt við sko erindi verka Byrju, ég skil ekki Því að stundum eins og leikursfólk sé hrætt við að verkin hafi sko sterkt erindi þegar maður segir þetta alveg gríðarlega sterkt erindi og maður sér það á sýningunni það en hins vegar kaffa það ekkert sko listrænu hliðina þá kemur alltaf svona réttlæta það sko En þú veist, þú ert að tala málefna leikhúsi. Ég kannast ekki alveg við verkina sem erindið bara kaffar allt saman og þau voru kannski sett upp 1970 eitthvað sem þau hefur ekki verið sett upp nýlega. Já. Einmitt. Já, eða sko, það sem manni finnst kannski leiðilegast við það þegar verið að predika onni mann einhverja eina skoðun. Eða manni eigi að líða. Hvenær það eiginlega? Ég kannast ekki við það, sko. Ég hef alveg séð þannig leikhús. Já, ég hef líka séð svo leis. Já, eða þegar það bara verið að bjóða manni upp á eitthvað svona mjög bara Það er bara að segja manni hvernig mann á að líða Já hvernig mann á að hugsa í staðan fyrir að bara Það er þetta grófasta sem ég séð í þessu erindar ennþá held ég upp í Þjóðleikhúsi sem er Orgel Norði sem endar í sko 10 mínútna innræðu aðalpersonar út í sal sem svo segir manni nákvæmlega hvernig maður á að Einmitt. En trúlega mikið sko, mér finnst það bara að passa við það verk sko. Já. Hvað gerir það fyrir þetta verk? Já, einmitt. Talaðu svona einleiki sem Já, einmitt. Herðu, en þið fenguðu eitthvað styrk eða eitthvað? Jú. Við fengum styrk. Við fengum frá Reykjavíkurborg. Sem að dekka svona plakatprentun og auglýsingakostnað. Jú, aðeins meir. En kom okkur líka á stað. Já. Kom okkur á stað og þú veist, það var alveg Þannig að uppsetningin er eiginlega bara gerð í utan dagskrár Já, í hjáverkum og svo hérna er það vonast til þess að fá inn einhverja tekjur af bara sýningunni Já, alveg bara til að allavega koma út á sléttu Já Þeir eru búin að borga öllum hinum eða hvað? Við erum ekki búin að borga öllum hinum Við erum ekki búin að borga sjálf Þið fá ekki borga fyrir en eftir sko 8. sýningu eða hvað? Vonandi Eitthvað svo leiðis Þetta er náttúrulega ekki snjált kerfi En ég menna sko, við eigum allavega þetta er atvinnusýning við fá hérna þeir sem hún fær borgað og tæknimaðurinn fær borgað og svo reynum við að skrapa saman upp í laun þegar við klárum þetta það gengur vel að selja miða fyrir þýðingun og undirbúningin og allt það já, og bara ljósa hönnun og hljóðhönnun og grafík og alls konar en þetta er áhætta sem maður tekur sko já. Þú veist, við vissum ekki að það myndi seljast upp til dæmis á þarna fyrstu sýningarnar við settum bara 3 sýningar til að byrja með og svo bara,
spurst út og svona ég sá það sko og mér grunaði þetta að vera gott verk og þá nefndi ég hvort ég geti komið bara reynslu og svona en við næðum kannski eitthvað smá sko umfjöllun áður en þetta væri þegar maður sér ofta eru bara 3 sýningar sem náttúrulega ótrúlega blóðugt. Ég farið í Tjarnarbíó núna bara á skömmum tíma 3 og ég velt fyrir mér sko þessi salur sko hann ekki alltaf, maður var ekki gott að hafa eitt svona kannski 60 manna sal. Jú, það mitt, þau hafa nú sal 2 í Tjarnarbíó. Þau hafa verið að sko tala það að búa til annan salatna við hliðina í portinu sem náttúrulega bara ekki það væri nú draumur. Það væri draumur, en mér finnst það alveg vantar sko þú veist, það vantar svona lítið blackbox sal fyrir sjálfstæðu serjuna í Reykjavík. Það sem bara meiri nála því að þessi salur eru svolítið djúpur og há sko. En það var náttúrulega, þú veist, eldgamall salur er búin til fyrir bíó sko. Þú veist, en ég meina öll svið hafa sína kosti og galla. Þú veist, það er bara þetta er frábært svið, það er rosa djúpt og hátt til loft svo vitt í veggja og það er hægt að breyta sætaröðin ef maður vill sko, það er hægt að færa þú veist. Það eru mjög margir kostir við Tjarnarbíó, það er ekki fullkomið svið, ekki frekar heldur en stóra sviði, hvorki í Þjóðleikhúsinu í Borgó, þannig að ég er ekki að kvarta, það sem ég var að velta fyrir mér að því að þegar fólk setur upp svona sýningu og þá það er hérna, ég held að sé þannig að ef þú gefur ljóðabók þá getur þú selt hana í svona 150 frankur sem kaupin aður og ef þú setur svona upp að þá getur þú kannski fyllt hennar sal kannski einu sinni en ekki 3 þannig ég var eiginlega að velta fyrir mér að því að það eiginlega næst ekki að verða svona afspurnin sem að þarf að vera þegar eitthvað verk kemur þannig að það sé að sitja það upp í einhverju minni sal hægt og rólega þá það kemur ég var bara að velta það fyrir mér að því ég hef sitið það sem ég er alltaf svo hissa að hverju svona fáir hérna í leikhúsinu áttu ekki við eitthvað sýningu mér skilt það sé uppselt í okkur næsta sýningu ef við ættum að fengum að bæta við sýningum sem að gegja en ég er bara að hugsa er þetta ekki kallað senan hvort að hún mætti ekki hafa svona fjölbreytilegri sali, þetta er sagt tónlistasinnar við erum með Eldborg en svo vantar okkur eiginlega nokkra 500 manna sali, 200 manna sali 50 manna sali og bara bari og algjörlega þú veist bara, bara í alvörunni skilur við bara eitthvað hvar byrja nýju hljómsveitinar núna að þú veist, það er ekkert place nema bara harpan til þess að vera, skilur það er ekki NASA, það er ekki þú veist, þetta er bara en jú, það má alveg bara heimfara þetta algjörlega yfir á hérna sjálfstæðu leikhúsinina við höfum bara eitt leikhús þú veist, og það stendur bara á brauðfótum, skilur og svo er tómarýmið sem er bara algjört grín en selja með það er ekki klósett inn í húsinu það er ekki klósett og það er svona skúr ræfingarými skilur, jú, það væri algjört draumur að vera með eitt rými í viðbót sem væri minna og sem myndi henta betur svona sýningur sem þurfa mikla nánd og þú veist, þess vegna eru stórileik og sem líka með 3 mismunandi rými að því að verkin þurfa mismunandi hluti Það verður ekki að fá hérna eitt sláturhús eins og er á Egilsstöðum það er sko sturlast eða flott hús Ertu búin að fara þangað? Nei Það vantar eitt svo les hér ekki veik, það verður ekki ekki sko. En til hamingju með sýningun ykkar ég heyri það að hún fær hérna góð afspurn og ég get meldt með henni þetta er bara eina betri sýningunum í vetur það er bara Takk Þakkir Þórey og Anna-María Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir að leiða okkur að koma hingað. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.